Komdu nú sæl. Ég nú eiginlega bara að pröfa ljósið mitt sem ég var á. Og það var eins með hitt þetta og hitt að vantaði eina skrúfu í það. Vantaði alltaf eina skrúfu, þú veist það. Og því að vantaði eina skrúfu þá getur maður ekki notað þetta alveg eins og maður vill. Maður hefur ráðandi yfir hverju, maður tekur eina skrúfu annars staðar og færir hana til. Og svona gerir löppin ekki alveg virka, fótinn sem þetta stendur á. En þetta er svo sem ekkert mál að þetta fór sér skrúan, ég skil ekki akkur, það kemur ekki allt með sem á að vera, ég þetta ekki. Ég keypti eins, nema það var ekki fótur þá. Já, það skiptir ekki máli að ég keypti eins og það var sama þar að það vantaði sömu skrúna. Þannig ég horfi hér á einn í viðbót, ég keypti 3 til að eiga 3. Þetta er hann, ég er ekki að taka næsta frá. Það vanti ekki sömu skrúfu þar eins og á hinnum 2. Það gæti ég trúa. 3 ljós. Það nota hann mest 1 en ef maður að gera eitthvað aðeins meira, eins og ég gerir alltaf annars lagi, þá voru 3 ljós mjög góð. Þannig þetta er allt í bóta og maður notar þetta reglulega. Það sé kaffi á milli, það var búið hjá mér í dag. Aðeins eftir. Segja þetta gott í dag, ég hell alltaf upp á eina svona. Á dag, það er ekki meira sem ég drekk. Ég yfirleitt klára nú ekki kaffið úr brúsanum en stundu gerði það. Það af sem áður var þegar 2 svona brúsar, 1 eða 2, nei, varla 2 en allavega 1 fyrir hádegi búinn og svo heldur maður aftur á og hann kláraðist. Yfir dag var það að maður drakk að jafnaði 2 kaffibrúsa á dag, kaffi. En minnkaði það helming. Og ég var nú oft að monta með því að ég hef ekki fengið brjóstsviða síðan. En svo fyrir hagur einhvers að versna og ég fór að fá brjóstsviða aftur, ég skil ekki akkur. Ég reyndar ekki fengið hann núna í nokkra mánuði en hann kom aftur, ég var alveg laus við hann árum saman. En þetta er bara myndavélin mín og ég er allt fullt af drasli maður og ég sýna peningaveski mitt. Þú mátt ekki segja hvað er í því. Þetta er einkaeign mín. Og sími minn. Þú mátt ekki vita hvað númer er. Þá gætu hringt í mig. Það vil ég ekki. Jú, mátt það. En þetta er mikið notað áhald. Og þegar maður var á togurunum í gamla daga, þá átti maður alltaf svona. Þetta er besta verkfæri sem þú hefur þegar þú ert að gera við net og það er oft gert í net borð í togurum og svo hætti ég á togurunum og þá átti ég ekki neitt vasaneyf. En svo fyrir ég að vinna í netagerðinni á Neskustad, í Neskustad. Og þá þurfti ég að fá mér þetta aftur. Ég man ekki, og þeir sköffuðu mér alltaf. Og þennan hef ég átt síðan. Og ég hætti í netagerðinni fyrir árið 1999. Ég var ennþá vasaný og ég er alltaf að nota hann í alls konar maður. Flugbeittur maður. Ég var nú áðan að skera róu, ég ætlaði að sjóða svið og ég ætla að hafa með því í róur. Ég held ég nenni nú ekki að stappa það. Það er alltaf það, ég éta hann eins inn og það er gott að skera örkinn með svona. Þannig að þetta nýtist algjörlega fullkomlega og svo sit ég hérna fyrir framan nýja ljósið mitt sem að ein skrúa fylgdi ekki með og ég get nú notað þetta alveg en ég þarf bara að gera það að koma þessu upp og ég var svo gáfaður að ég átti fætur undir ljós, ég var með önnur ljós áður og þetta er miklu betri ljós og ég endurnýjaði þetta bara og ég notaði eina skrúfuna úr löppinni
á þessu fyrsta sem ég eignast og svo hendi ég bara einu viti menn. Sömu skrú vantar í pakkan og eins og ég var að benda ykkur á, líklega í þennan líka. Þannig að mig vantar skrúur. En þó aldrei að vita, getur vel verið að sé þarna. Hún bara ekki með, ég búinn að leita í öllu, allstaðar. Ég veit ekki að hverju þeir vættu að fela þessa skrúu svona rosalega vel. Hitt lá bara þarna við augunum á menn. En svona þetta. Þegar við haffyringarnar að gera eitthvað, þá kemur alltaf eitthvað upp. Alltaf eitthvað skemmtilegt upp. Svo bílabólur minn maður. Ég veit ekki með þig, en ég nú ennþá svolítill aðdáandi bílana. Og gerir mér alveg grein fyrir því að þeir hættu fyrir 53 árum, eða 55 árum ekki. Jú, 55 árum. Það má alveg segja að maður lifi í hangi í fortíðinni. Ég geri það nú ekki, en í dag ég nú, jú, ég hlusta oft á bílalögin, en ég miklu meira gaman að sögun í kringu þetta. Öll þessi þvæla og vitleysa sem var í kringum þetta ágæti þá og fólkið og allt saman þetta. Ég var rosalega gaman að því og maður er búinn að velta upp mörgum spurningum hvernig þetta getur gerst og nú komist að þeirra niðurstöðu að þetta getur gerst að því að tæknin til núna. Hún hefur aldrei verið til áður, hún var komin þegar þeir koma inn og menn nýttu þetta alveg í botn og svo bara fór þetta ganga allan heiminn í gegnum tæknina. Þannig að haustskipið og vorskipið ekki lengur það sem við gefur okkur fréttirnar. Þetta komaði bara bang, 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 bang á netinu. Ég nú með það hérna við liðan á mér. Facebookina mína, fínu. Við haffyringarnir erum svo lengi að fatta. Við erum stoltir af því það styrkur okkar. Ég var búinn að vera lengi með tölvu þegar áður ég fekk Facebook. 2-3 ára sagði. Og svo fór ég inn á Facebook og já, ég þar ennþá. Og kann vel við Facebookina. Hún nota alveg gríðarlega mikið, eins og hún séð. Lón og dón að varpa ykkur fram, ykkurum athugasemdum og klösum og öllu því og ég kann vel við það. Ég man til því þegar ég var að skrifa í dagblöðin í gamla daga. Mér féll ekki vel að vera undir eftirliti ágætara ritstjóranna eða þeirra sem sáum og þeir höfnuðu og tóku og mér var nú yfirleitt alltaf mest allt sem ég gerði og var nú birt en maður svona þeir skömmtuðu manni. Það líkaði mér ekki vel við og svo opnaði Facebookin þar dæli inn bara eins og ég vill. Kannski finnst þér alveg allt og mikið en það verður bara að hafa það. Ég held þessu bara áfram eins og ég hef verið að gera það. Ég er nú að því að ég hef gaman þessu. Ég hef gaman að skrifa og ég hef gaman að pæla og velta fyrir mig ýmsu. Ég ætla ekki að hætta því neitt. Kannski gleði þig með því að segja við þau í byrni. Ég hætti þessu aldrei. Einhvern tímann hætti maður, ég veit ekki það. Ég heldur maður ekki sumum bara áfram út í eitt. Ég held að ég nú einn af þeim. En þetta er samt svona, ég tekið eftir því með mitt líf, þetta er svona enda sitt skeið. Þegar ég var ungur og drengur, þá var ég mikið í hestum. Og svo átti ég hesta og átti 3 hesta tíma og hesthús með vinn mínum. En svo fjaraði undan því. Og ég hafði ekki lengur áhuga fyrir hestum og ég náttúrulega var á hestbaki oft á þessum árum en síðan varla hef ég farið á hestbak. Ég man eftir því að ég verið sveit, hvenær var það strákar? Það ætla ekki verið svona fyrir 90, já, fyrir 90, 80 eitthvað. Og þar þetta var réttirnar, eða ég var þá þegar réttirnar voru, ég var náttúrulega auðvitað í réttunum og það kemur bóndinn til mér og segir, viltu ekki bara ríða með okkur heim? Ég segi, já, heldur að hesturinn byrja með og var ég feitari en ég var í Tingallada og hafði engar á að gera því.
og ég fer á einn stóran og mikinn klármaður, flottan hest og bara maður sá það leið, hann vissi ekki af manni á baki. Þetta ótrúlega skepnur þessar hestar og við riðum alltaf ekki verið tekið 3 tíma reið frá réttinu og heima bænum og það blés ekki nös þegar við komum með feita kallinn á bakinu. Þetta ótrúlega öfluga skepnur og þeir eru búin að fylgja okkur greiðin svo lengi sem byggð hefur verið hér. Allir Ingólfur blessaður Arnarsson hafa ekki komið með hestmaður, mjög saman einhvern búsmala í leiðinu og svo allir þetta sé ekki allt komið þaðan. Allir þessi skepnur, þessi nýtjættir okkar sé ekki meira og minna þaðan. Ég hafði ekki, þetta var bara pælinga. En eins og ég var að segja á þann, þá nú að þessu til þess að reyna ljósið mitt. Það komið tími til, ég búinn að vera með þetta nokkra daga að reyna þetta maður. En eins og ég var að segja á þann, þá var ég fyrir gríðarlegum vonbrigðum þegar skrúfuna vantaði. Ég skil ekki að hverju skil ég eftir eina skrúfu, hafa allar hinnar. En það má alltaf bjarga sér einhvern veginn. Það hægt að kaupa þetta, ég nenni bara ekki gera það einhvern tímann. Ég á leið hjá einhverjum svona boltabúðum, múrbolta eða boltabúðum eða skrúfubúðum. Þá kaupi ég með 2. Það er að segja ef engin bolti heldur í þessum pakka sem þú sér hérna óopnað hyljan á. En það þetta var, það var rigning úti. Já, ég kíkti út gluggann áðan og sá ég bara sveið mér það. Þannig það ennþá allar að vera von og allt saman það og gaman að vera í bílabúlunum sínum. Við erum búin að eiga það, hún svona nokkur ár. Ég kom með þegar ég fór til Liverpool í bílatúri minna þá kom ég með 2 svona bóli, ekki svona. Við erum búin að eiginlega vera með þá síðan. Þannig að ekkert mál að kaupa þetta og mikið af þessum verkfærum einu prýðilegustu. Þetta eru fínir bólir, bara nærbólir, góðir nærbólir. Og myndin af þessum, hún ætlar nú að halda sér nokkuð vel. Flottasta myndin sem ég átti þá var á einum ból og hún alveg farin og bólurinn bara blár eftir. Hvít bólur en myndin farin. Besta myndin sem ég átti var farin. En þessi sem ég keypti í Liverpool, í verslun þar á Penny Lane. Við Octopus Garden, hann þar, við skoðum hann líka. Hann entist í 2-3 ár, svona venjuleg ending á honum. En það allt saman fór mjög vel. Og eins og ég segi, þetta var bara svona ganniferð. Með vídeóvélina fyrir framann og þannig að við segjum þetta bara gott. Og svo gerum við þetta seinna, einhvern tímann seinna, kannski, ef við nennum því.